okay? Allir að vera þannig, ef við ekki bara hafa svolítið heimilislegt, bara spjall. Má ég byrja það við hérna? Já. Ég held að við bara byrjum með spurningar. Við erum með hérna hann Halldór sem ætlar að túlka þetta fyrir okkur, fyrir erlendu pressuna. We have Halldór who will translate for you, the Icelandic press. So, eigum að byrja? Hver vil byrja? Já. Heimir, þetta saman við, það stemdi að þetta svona leikur þar sem að þetta myndi ekki ganga eftir og það getur farið fyrir léttir að hlusta í rúmsi. Heimir, are you relieved that this is win, that you have safe win now? Ég svara svensku til að spara tíma. Það ekki góðlega. Yeah, it's like a game when you hit the post and it goes out. It was that kind of a game in my mind. So every time the ball dropped dead, the second ball was always theirs. And it's unusual for Gylfi not to score from a penalty. So I think it was one of these games that, we couldn't win it, but it just shows the resilience of the players. They didn't give up, and when you have that character, you always have a chance to win. And they never stop believing. That's the fantastic thing about this squad. Fleiri? Þjálfari Finnlands talaði að það væri skammar að sigurmarkið fengi að standa. Hvernig var þetta markið þér? The trainer of Finland said that it was a shame that this winning goal was let to stand. What do you think about that? Yeah, I've seen it on replay, or I couldn't see. There was 20 players trying to put the ball in the net, so it was difficult to see from the bench at least. But I really don't care. Both if it was legal or not legal, or what Hasebaki is saying. I just love it that we got a goal in the end. Var það of mikið? Ákveðinu að byrja með Björn Bergmann. Af hverju tókstu hann og af hverju hann? The decision to start with Bergman. Why did you do that? Ég ætla að taka þess á íslensku. Björn Bergmann hefur í rauninni þá eiginleika sem að Kolbeinn og Jón Daði hafa, það er að segja að hann er sterkur í loftinu og svona líkamlegt presence og við spilum mikið af löngum boltum, þurfum oft að fara í þann fasa og þá er ekki kannski nauðsynlegt en það er gott að hafa þessa eiginleika frammi fyrir utan það hann er bara góður í fótbolta og hefur marga aðra kosti en það er nú svona þetta sem við vildum hafa í liðin okkar og ég held að það hafa nú bara allir séð það hversu góður rauninni hann er í fótbolta í leiknum í dag svo er það hvort hann getur spila 90 mínútur og 90 mínútur hann er að koma svona í rólegheit í sitt besta form og við erum ekkert búin að sjá það besta frá honum en það er rauninni ástæðan fyrir að við völdum hann þarna frammi að við höfum spilað með Viðar og Alfreð saman, þeir eru svolítið líkir þar að segja þeirra leikstíll er svipaður, góðir í teignum og vilja fá boltan bak við varnir og svo framvegis og þess vegna vildum við hafa kannski aðeins öðruvísi karakter. Langt svar við einfaldir spurningu. Hannes Jóndaði náttúrulega... Can I translate first maybe? Yeah, the reason why we chose him is because he's very similar to Kolbeinn and Jón. He's very strong in the air and I'm going to ask if it's okay if Heimir just sit down with you. Sit down with you later. In a few minutes. Finish the Icelandic press so they can do their duties and I can sit. We can go to the pub afterwards. You okay? Þessi og Jóndaði og Emil. Allir tæpir í þennan leik í dag og við vildum ekki taka neina áhættu. Það er svona, ég myndi segja að það væri líklegt af því að við gátum gefið þeim frí í kvöld að Hannes og Jón Daði verði klárir. Ég ætla svona nokkurn veginn að slá því föstu að þeir geti orðið klárir eftir 2 daga. Það er aðeins meiri spurning með Emil, þetta er búið að vera líka lengri meiðsli hjá honum. Þannig að við förum bara samt varlega að vinna með þetta með okkar sjúkrateymi og
vinnum það í samvinnu við leikmennina. Þannig að, já, það var gott að geta hvílt á í dag. Þannig að mun líklega að þeir spili gegn Tyrkjum. Hvað það að sjá Hannes? Hannes fekk högg á lærið bara á fyrstu mínútunum hjá Rannes og var látið spila allan leikinn með dead leg og þegar svoleiðis þá mikið blæðing inn í lærinu og bara búinn að vera aumur. Hann svona rauninni náði svona nokkuð fínni æfingu í dag en er ekki 100% og við sem erum búin að fylgjast með hinum markmennunum vitum það að við erum búin að spila flott á tímabilinu, eiga góða leiki, stóra leiki og við treystum honum 100% til að standa í markinu. Mörkin 2 sem við fáum á okkur, svona svolítið úr karakter að við fáum okkur 2 mörk í leiknum samt þar sem við skorum 3 en samt þar sem við fáum á okkur 2 virkaði eins og við verðum bara svolítið passífir og seinir fyrra marki í samstæð, við erum að elta þá bara hringinn í kringum teginn svolítið lengi. Hvað sér eitthvað merktir eitthvað hugarfarsbreyting í vörðinni, eitthvað öðruvísi hjá okkur? Nei, ég er eiginlega bara að vissu leyti sammála. Þetta er mjög út úr karakter og þeir fengu ekki mörg færi í þessum leik en þeir nýttu færin sín vel og þetta voru opin í rauninni, mörkin voru bæði opin færi. Fyrra í rauninni, laus maður inn í teig sem að fæ frían skalla, mjög út úr karakter eins og þú segir. Það sem að þeir gerðu vel hjá okkur, þeir teymdu bakverðin okkar á móti sínum vangbakverðum og stungu sér svo inn í svæðið milli miðvarða og bakvarðar sem að við vorum svolítinn tíma átt okkur á. Ef ég geti teiknað þetta upp fyrir þig. Og þannig kom í rauninni fyrsta markið að þeir nýttu sér þetta svæði, gátu komið með kross. Seinna marki, ég er alveg saman líka út úr karakter, hann var 2 sénsa án þess að þessi sett pressa á hann, það var alltaf verið að pressa á boltamann hjá okkur en þarna voru menn bara að gleyma sér en svona yfir höfuð held ég að það hef ekki verið eitthvað lack of motivation eða agaleysi eða einbeitingarleysi, alls ekki. Mér fannst bara að við spilaðum leik nokkuð vel, hefðum getað nýtt okkur kantana betur eins og við gerðum fyrsta korterið. En heilt yfir, okkur fannst aldrei vera einhver tímapunktur að skipta að einhver var slakurinn á vellinum. Þetta er samanlegaður. Heiður. Ég er bara, mér fannst, ég veit ekki. Það er eitthvað sem ég sé það. Ég fannst bara að vanta aðeins meiri, fannst vanta aðeins meiri ákefð í leiknum. Ég efast ekki motivation og allt það skilur að vanta svona okkar klassísku svona ákefð sem maður séð í öllum leikum. Og fyrir á leik í Úkraínu, ég fannst ekki vera að sjá hana fyrir bara síðustu 10-15 vikum. Sko, þessi leikur var náttúrulega bara allt öðruvísi heldur en við höfum í rauninni spilað. Þarna er lið sem spilar eins og við gerum, þétta sig tilbaka og erfitt að komast í gegnum það og svoleiðis og þá ef þeir gefa okkur svæði aftast þá er oft í þannig leikjum og þá drepur það niður tempóið, menn fara að taka 2-3 snertingar að því þeir hafa nógan tíma. Það er í rauninni það sem við tölum fyrir leikin, að passa okkur á því að missa ekki tempóið úr leiknum. Er þetta hugsanlega besta liðið sem að fellur svona aftur á móti? Lettarnir hafa gert þetta og Kasakstan hafa gert þetta, þeir bara eins góðir í þessu eða góðir í fótbolta eins og fyrirmyndir. Er þetta eitthvað sem við þurfum að fara að undirbúa okkur frekar fyrir að góðu liðin munu líka falla tilbaka á móti fyrir eitthvað lögur? Sko, það er náttúrulega ókostur við þegar það gengur vel. Ókostunir eru þeir að andstæðingarnir auðvitað leikreina okkur miklu betur, þeir vanmet okkur aldrei og það er miklu meiri motivation að vinna Ísland í dag heldur en var áður. Þannig að þetta eru ókostir í rauninni við velgengnin að andstæðingurinn jafnvel spilar allt öðruvísi fótbolta á móti okkur heldur en hann hefði gert fyrir 2-3 árum. Og við verum bara að læra að tækla það, þetta var vissulega lærdómur í dag og ég held að þrautseigjan í lokin hafi bara kennt okkur ansi mikið. Þegar við fórum akkurat í lokin að setja ákafa í þetta, þá fengum við betri færi og skoruðum þessi mörk. Þannig að þetta er ákveðin leksía. Þú getur líka spurt bara Hjört, hann er mjög flottur að svara. En sem komir finnst að vera meira valjú í þetta. Þetta er ákveðið högg.
þið náðu svona einhvern veginn mikið betri tökum á svona einhvern veginn í seinni hálfleik heldur en fyrri hálfleik. Það var mikið meiri pressa á þeim þá. Hvað svona lagðir áherslu á í hálfleik? Hvað voru þið svona spá í liðinu? Það voru nokkrir bara fyrst taktískir þættir að reyna að loka þessar hlaupaleiðir hjá þeim, að komast ekki bak við okkur og auðveldlega. Já, við töluðum að reyna að spila hraðar, reyna að komast upp kantana sem eru í rauninni erfiðustu svæðin að verjast í 5-3-2 leikkerfinu. Og við breyttum aftur köntunum, settum Jóa á hægri kant og þeim líður betur þannig, Jóa og Birki. Og mér fannst svona að verða meira spila upp vængina í seinni hálfleik. En svona fyrst og fremst bara þegar að leið á leikinn þá fundu menn að það þurfti eitthvað að fara að gerast og þá náttúrulega bara gera menn hlutina hraðar og kraft meira og taka sjensa og sem betur fer þá féll á okkar megin í lokin. Ég er búinn að bíða eftir annari spurningu frá Tumi. Við fórum á 0 leikni og 0 stigum í 3 stig. Við erum að byrja í riðlakeppni sem er gríðarlega mikil pressa á þér, okkar strákum, alltaf önnur staðum við höfum verið í áður. Hvað getur þú sett þetta í orð fyrir okkur? Hvaða þýðingu þetta hefur? Það var óbúslega léttir. Ég myndi segja að það var fyrsta orðið sem ég hugsa það er bara óbúslega léttir. Bara aðalega út af því að ég held að fólk almennt, og ég veit ekki hvort ég segja íþróttafréttamenn, hafi vanmetið Finna. Og við sem erum búin að horfa á þá í þessum leikjum, við vitum í hverju þeir eru að vinna, þeir verða erfitt lið að brjóta niður, alveg klárlega, og þeir eru eftir að fá fullt af stigum. Og ég er mjög hrifinn af því sem að Hasselback er að gera með Finnana. Og ég held að þeir eru eftir að, ef þeir hafa þolinmæði auðvitað, gengur þetta allt út á úrslit á endanum, alveg sama hvað þetta gera, þá ertu dæmdur eftir úrslitum. En ef þeir hafa þolinmæði til þess að vinna með hann áfram, þá er ég nokkuð viss að Finnar eigi eftir að vera flottir í þessari keppni. Og ég, bara orðið sem að svarið er bara í rauninni léttir, því að það verður erfitt að ná í öll stig í þessum riðli, og að vera komið með 4 stig eftir 2 leiki er flott byrjun og gefur okkur svona aðeins meiri afslöppun þegar við förum í þennan Tyrkjaleik. Hvað til á breytingar með kantmann, á hverju get ég að með landbyrjun að vera með Jóa Venstra með Birki að Bara til þess að halda þeim úti og teygja á þessari 5-manna vörð. Þú ert með vangbakvörð sem að þarf þá að liggja langt úti, og þá bara eitt overlapp getur 3 miðverður vill eiginlega aldrei vera að verjast úti við kant, og það var rauninni hugmyndin að reyna að fá þetta þannig, og þeir eru góðir 1 og 1 og átt að fara 1 og 1 og reyna að fá krossa með réttum fæti. Það var svona hugmyndin. Það er þetta í vandræði með í rauninni bakverðinir og ekki alveg vissi hvað þeir átt að gera þegar voru svona varnarna, þeir voru vissi hvort þetta fara stöðun eða fara í mann. Það var rauninni það sem ég var að segja, það sem að þeir gerðu vel á móti okkur í staðinn var að nýta okkur það hvernig við spilum varnarleik, og þetta er Hasselback búinn að stúdera það, þeir sátu saman og lærðu þetta saman allan tíman, hann veit nákvæmlega hvernig við verjumst, og hann nýtti sér í rauninni okkar varnaraðferð, og bara enn og aftur góður lærdómur fyrir okkur. Þetta er æðislegur blaðamannamyndur. Já. Það er ekki disaster fyrir þið, sko. Þú varstu búinn að skrifa, hentu neikvæðu spurninguna sem varstu búinn að setja. Komdu með hana. Ég er að djóka. Erum við bara nokkuð góð? Svona er þetta, maður á ekkert kredit. Final question to me. Bara, hún býðir til Nú, sunnudags. Þetta er sunnudags. Verðið ykkur að góðu. Can I have one in English? Yeah. Yeah? About Finland's performance, did You- something you- surprise you? Or No. You mean, did we think they played better than? yeah, somehow, I mean, obviously Finland was the underdog before the match, but they kept you in the leash for a pretty long time. Yeah. I've said it just before the game, and I say it again, that I think Hasselback is doing a wonderful job with Finland. But I know you judge by results, and it hasn't been going his way until now. But I love the way he is working with the team. I know Finland will get a lot of points in the group. Luckily, not against us today, but I know if you have patience, keep on doing it, you will
definitely reap from what you sowed, and just admiration for what he is doing. I know it's a difficult job to stay at the helm when you're losing games, but I see on this game that you have to be aware that the team is playing better and better. Were you able to see the last goal? Just quite bitter comments coming from Finnish players. No, I just saw it from the bench, and it was 20 players in the box, so it was blocked. But the guys who watched it said it was okay. But I said to the Icelandic guy, I just don't care. So, can I ask? Yeah. I've just got 3